Á fordæmalausum tímum nauðsynlegt að kortleggja og rannsaka áhrif aðgerða og takmarkana á hina ýmsu hópa í samfélaginu. Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Kristín Dýrfjörð kenna við kennaradeild Háskólans á Akureyri og þær gerðu rannsókn áhrif COVID á leikskóla landsins. Já, ég og Kristín Dýrfjörð, við sendum út spurningalista í fyrstu bylgju COVID rétt fyrir páskana í apríl og okkur þótti mikilvægt að kortleggja þetta skrýtna tímabil sem við vorum í, mjög óvænt. Víða í heiminum þá var tekið svo ákvörðun að loka skólum eins og í Kína sem voru náttúrulega fyrstir til að takast á þetta og fleiri lönd fylgdu svo í kjölfar að loka skólum. En hér var tekin önnur nálgun sem mjög merkileg á heimsvísu. Þannig að það mikilvægt að fylgjast með því hvernig þetta tókst til og hvað gekk vel og af hverju við gátum lært. Fengum góða svörun, miklu meiri en við héldum, fengum vel yfir 600 svör sem yfir 10% af öllum starfsmönnum leikskóla. Þannig að þetta fína niðurstöður fyrir okkur. Og það sem var skemmtilegt líka var að við fáum svörunin dreifist landið nokkurn veginn í hlutfalli við íbúafjölda. Þannig að þetta hægt að treysta svolítið á niðurstöðurnar hjá okkar. Hvað voruð þið að spyrja svona helst? Já, við spurðum upplýsingaflæðið, hvernig starfsfólkið fékk upplýsingar og hvaða upplýsingar það vantaði og svo framvegis. Við spurðum skólastjórnunina, við spurðum líðan starfsfólkmannanna sjálfra, starfið þeirra á þessum tímum og börnin. Þetta var svona áherslupunktarnir. Við fengum fullt af upplýsingum við foreldrana líka. Eðlilega, starfsmenn leikskóla í miklum tengslum við foreldra. Var eitthvað sem kom ykkur á óvart í niðurstöðunum? Já, sumt kom á óvart. Það kom til dæmis á óvart í þeim sveitarfélögum þar sem ákveðið var að fækka í barnahópunum. Þar sem var til dæmis takmarkað við að starfsfólk og börn mættu annað hver dag. Að þar kemur í ljós að börnunum leið mörgum hverjum betur. Starfsfólk hafði meiri tíma til að sinna þeim persónulega og þessu starfsfólki því leið betur heldur en í þeim sveitarfélögum þar sem var keyrt á fullu dampi allan tímann. Það kom ekki á óvart, en starfsfólk var undir miklu álagi. Jú, það var svolítið gaman að því að starfsfólki var mjög ánægt með skólastjórnendurna sínar. Þótti þeir standa sig vel á þessum erfiðu tímum og virkilega mikið hrós sem skólastjórnendur fengu. Hvernig var ykkar tilfinning fyrir andlegri líðan þessa starfsfólks? Starfsfólk var kvíðið og það var undir miklu álagi. Og smithættan var eitthvað sem við vissum ekkert í upphafi og voru að koma svona mismissandi svolítið skilaboð. Það var líka svolítið þannig að þegar var verið að ræða leikskólan í þessum opinberu gögnum á fundunum og annað, þá var hann svolítið, það var ekki svarað þessum spurningu sem lágu fyrir starfsfólkinu. Það kom mjög skýrt fram, sem voru þær, ekki hvernig smitust af börnum og hver svo áhætta, heldur hver áhættan af því að við smitust af nánu samskiptum við foreldrana sem við verðum að hafa. Það kom okkur á óvart að yngra fólk var kvíðnara heldur en eldra og reyndara starfsfólkið. Þannig að fólk sagði að þetta erfitt en við stöndum saman, en við höfum baklandi í skólastjórnendunum, en við erum að gera þetta fyrir börnin. Þannig að það var kannski bjartsýni ráðandi í þessu? Í fyrirkönnuninni. Við gerðum aðra núna í október, hálfári seinna og ætlum að halda áfram eftir því hvernig COVID-ið þróast að endurtaka þetta. Núna meiri áhyggjur, meiri kvíði, meira álag og mun erfiðari aðstæður. Af hverju heldur það sé? Í fyrra tímabilinu held ég að ástæðan sé svo að þá vorum við svona rétt að byrja. Við ætluðum að klára þetta saman. Það var að koma sumar, það var að koma vor. Núna erum við að fara inn í skammdegið. Núna eru ekki teknar sömu ákvarðanir af sveitarfélögunum. Það haldið miklu meira sama dampi og allt sem tengir COVID-inu bætist ofan á starfsfólki. Það kannski ekki endilega bjart framöndan. Við vitum ekki hvað gerist, þannig að kannski þetta allt saman hlutir sem að geta skipt máli. Var jafn góð þáttaka núna í október eins og í vor? Hún var meiri. Við fengum vel yfir 700 svör núna. Og eins með góðri dreifingu og annað. En við erum svona rétt að fara að kafa inn í þann pakka. Þannig að þetta allt í vinnslu hjá okkur.
nú ert þú sjálf að kenna við kennaradeildina hérna og kenna verðandi leikskólakennurum. Hvað segirðu við þau núna? Já. Sko, leikskólinn er fyrir mína parta besti vinnustar í heimi og það er svo gefandi að vinna með börnunum. Og það er sko fyrir mig núna að vera búin að hætta, langt síðan ég hætti, að fylgjast með þeim, þroskast og ég fylgist með þeim eins vel og ég get. Ég veit svona hvað mörg þeirra eru. Þetta er ótrúlega gefandi. En á meðan þú ert á vettvangi, þá er þessi daglegu samskipti óborganlega gefandi, mikilvæg og dýrmæt, börnin alltaf að gefa manni af sér og það er ekki til betra starf.